Já. Já, það er ekki bara. Já, kæri hlustandi, það er 15 lóta sem heilsar ykkur á nýju ári og í nýrri stemningu, lágstemt í stúdíónu, veikindi og heiðar. Já, ég og sjúklingar, ég er að setja mig í stór hættu bara með því að vera hérna. Ég held þú væri veikur líka. Nei, Nei. ég er búinn að nokkuð slæta, þú veist, ég fekk í desember og var ég veikur í nokkra daga, alveg svona veikur og svo var ég bara að snýta mér í 2 vikur. Já. En þú ert alveg svona sick gæi, skilur við. Ég er mjög sikkaði. Ég líka fekk mér mottu í stiluði hvað ég sikkaði. Já. Ég má til dæmis, núna má ég ekki, það er ákveðna raddir sem ég má ekki nota núna, út af því að mottan pluss röddin er perralegt. Eins og hvað rödd? Hæ, hvað segir það? Gilli alveg bara eitthvað, nei, ekki að þurfa festi mótu. Nei. Þetta er líka svona, með svona sér hann ekki, en hún er svona, hún er þarna, sko. Hún er hérna. Þetta er svona glerkunda, sko. Já, ég er náttúrulega með þetta músagráa íslenska hár, sko. Þannig að hún er, hérna, hún sést betur eftir svona 2-3 vikur. Já, einmitt. Þetta er eitthvað svona, hún skín í sólinni, dæmi, eitthvað svona. Nei, og hún er svo ljósinn í endana, hárin er svo ljós. Já. Hún er dökk hérna. Einmitt, það var Þannig að fyrst hélt Gilli að ég væri að safna einhverju svona pínu Hitlerskeggi, sko. Þegar hún sá bara hérna, þennakur, svo kom hún nær, bara ekki, já, ok. Hjú, þetta var það. Ég hélt þú ætlaði að vera að búla einhvern Hitler en ég var bara ekki, nei! Já, búla einhvern Hitler. Já, herru. Not publicly. Nei, herru, árið byrjar vel, Hitler, þetta búla Hitler og með stemning, hérna, það búið að tíðast prógram með okkur yfir jólin og nýjárs. Það vantar ekki þátt. Nei, það var nóg af þáttum, nóg af fréttum. Meiri segja kom held ég bara fréttin alla daga yfir jólin, sem er nú bara þokkalegt með að við, hérna, aldur og fyrir störf. Já, það er bara þokkalegt. Með 3 miðaldra menn sem eru með þetta, sko. Já. Þreyttir. Mjög miðaldra. Já. Og, já, vel þreyttir. Herru, hérna, það er miðað sem þætti ekki áfram, hérna, það er UFC fyrir gang aftur næstu helgi, þar sem að Mackenzie Dern mætir Amanda Ribas. Þetta er nú gott kart til að starta árið. Þetta er mjög gott kart. Já. Með bara eitthvað svona... Fyrsta kart ársins, þú veist, við erum að kynna fólku og svo endar þetta á Dern. Við höfum það ekki neitt. Mér finnst þetta eiginlega ekki það gott kart, sko. Ég er alltaf gæðin sem hæpa upp einhver Apex kart, en sko, mér finnst það eiginlega bara smá drasl, sko. Og main eventið, þú veist, ég er alveg góður, sko. Main eventið er sexy. Það er sexy. Já, ég veit að ykkur finnst það sexy. Já. Nei, ég meina okkur. Öllum heiminum, öllum gagginuðum kallmönnum og samkynnuðum konum finnst þetta main event sexy. Það er bara hefi sössarbyggi minn. Já. Finnst þetta ekki sexy? Fellur ekki inn í þetta annan hóp sem ég var að tellja þannig. Jú, mögulega, en þessi mögulega, við garum. En þessi bardagi er ekkert eitthvað, þú veist, ég horfði á fyrri bardagana þeirra. Já. Og þá var reynda, sko, Mackenzie Dern kom inn í hann ósigruð, nýbúin að eignast barn og tók fyrst að tapja sitt, sko. En mér bara rýpast bara alveg með hann og ég hugsaði að þetta væri 2 lótir viðbót eins og þetta verður núna næstu helgi, þá myndi hann bara klára hana, sko. Já, en þetta er samt Dern er náttúrulega búin að fara í gegnum endurnýjun lífdaga frá þessum tíma. The Rise of the Phoenix. Já, ég meina þú veist, strikingin er ekkert gott, en það er ævintýrlega mikið betra heldur en það var bara fyrir 3 árum. Og það var ævintýrlega mikið betra í síðasta bardaga heldur en var fyrir, þú veist, í þar síðasta og þar síðasta. Já. Gæti. Ég sammála því. Og svo er hún, þú veist, náttúrulega ef hún fyrir gólfið, þá er erfitt að eiga við hana. Já. Hún er ógeðslega góð í gólfinu. Hún hefur ekkert verið mikið í gólfinu. Síðast tók hún sko, hérna, Ribas niður og Ribas tók bara strax aftur upp. Hún bara sprengdi upp og hún náði hann ekkert aftur niður. Hún reyndi að taka hann niður og þá tók hún bara eitthvað júdokast á hann í staðinn og hún endaði undir. Fellutur hennar Dern er ekki hennar sterkasta ground game, sko. Nei. En ef hún nærðir í gólfið, þá er hún sub vel. Hún er rosa góð í því að söppa þar. Hún er rosa góð. Og ég held að ef þú ert með eitthvað striking threat, eins og núna er hún komið með aðeins meira striking threat heldur hún hefur verið með aður, þá held ég eins og þú veist, þá getur Ribas ekki leyft sér að bregðast eitt hart við fellu feints og fellu tilraunum. Hún getur ekki algjörlega bara sett henduna niður í gólf til að veiða felluna og skilið allt hérna eftir opið ef Dern getur allt í einu farið að taka einhverja króka og eitthvað. Allt í einu. Allt í einu. Já. Þannig að, hafðu það, Biggi. Þannig að þetta er
Mér finnst það skemmtilegt main event. Það átti náttúrulega að vera á síðasta ári, þessi Já, barndagi. þetta átti að vera í desember. Það átti að vera í desember. Mhm. En svo er það líka skemmtilegt, hvað er upp á það að gera, að okkar heitt hataði Santiago Ponzinibbio á kartinu. Og hann sko á, en ekki hvað, tveggja bardaga tap. Þriggja bardaga Hann er tveggja bardaga hreinu. Hann tapar þriðja og verður hann vonandi köttaður. Hann köttaður. En samt svona, þú veist, Carlson Harris alveg svona gæi sem að læti lemja sig, sko. Já, Ponzinibbio samt líka þannig gæði núna. Já. En þú veist, Carlson Harris bara svona gæi sem hann gæti náð söppinu, sko. Ég sé hann ekki fyrir mér eitthvað lemja Ponzinibbio. Ég sé hann fyrir mér kannski einhvern veginn svona ná að vippa upp einhverju úr gardinu í þriðju lótu. En Ponzinibbio, sko, mér finnst hann svolítið undanfæri búin að lúkka eins og Holly Holm. Þú veist, hann er bara orðin svona cage grinder, hann vill bara ná þér í svona einhverju grænd upp í búrið, komin nokkurum short höggum og vinna lótuna. Þannig að ég vona innilega að hann tapir þess að vera köttaður, en ég held bara að það sé ekki alveg nóg. Ég held að hann sé bara orðin það lélugur að þú veist, þetta verði nokkuð þægilegur bardagi. Mikið mileage á honum. Já, alveg, hann hefur tekið mikið damage oft. Já, og líka svona, og gera með stolti svona, þú veist. Já, hann Ég handlegsbrotnaði snemma í bardaga hérna í snemmaferlinu mínum og ég fór alla leið Já, og blá, já. og ég svona, mileage. Já, flottið þér. Flott ég þig, maður gamli. Þannig að hann á að fyllt af einhverjum svona sögum, sko. Já. En fyrir mér er Ponzinibbio útbrunnin stubbur sem að býða fyrir því að starfsmaður Reykjavíkurborgar koma og sópa sér upp á stéttinni. Já, sko, eina sem ég myndi gráta ef hann er köttaður er að þá fær Gunn ekki tækifæri til að berja hann. Sem er eitthvað sem ég hef verið að, aldrei sko, hafa gerst. blauta drauma árum saman núna. Er það blautt drauma þig? Já, hefur ekki kona stíðin í menna blauta drauma frá því ég horfði á Gunn að tapa fyrir Ponzinibbio og út af því að ég á svo brjálæður, sko. Já, líka. Hann dreymir bara þá tvo. Já. Við getum alltaf sko byrja með eitthvað svona jólasöfnaðsjóð fyrir Gunna og bara shipa honum til Argentínu þar sem hann getur bara hann persónulega. Já, bara mætt heim til hans, minnur. Já. Það er sem alveg hægt. Bara eitthvað, þú veist... Getum við líka bara mætt, geta bara 4 ykkur að mætt með honum sem setja bara svona línu þannig að þeir séu hotn og þá er bara komið ring. Já, gera þetta heiðarlega. Það er þetta bara löglegt. Já. Finnur eitthvað róna hana og bara þú er dómarinn. Bara eitthvað... Já, þú er bara, your honor. Það voru 4 gaurar sem dróðu línu. Það var bara... Já, nei, dómarinn inn í ringnum, skilur. Já, ég segi, þú veist, ef að Gunni er kannski kærður fyrir þetta, sko. Þetta fara fyrir almenna réttarstæl, sko. Það var svona, hérna... Þetta er í Argentínu samt, sko. Já, þetta ekki... Ég held að það sé ekkit smá eitthvað, ég held að það sé erfitt að, þú veist, þú voru að gera eitthvað meira en þetta til að kæra eitthvað í Argentínu, held ég. Já, ekki að við, kannski er Argentínu bara staðið fyrir mig. Gæti verið. Gaman að þessi, hérna, en þetta er gott kart, sko. Þetta er, þú veist... Þokkal allavega, sko, ég... Curtis Roman Kopilov, ertu ekki næst mikið? Já, það er sexy. til í þann fætt, sko. Já, þetta er sko Ape, Tiago Moses. Já, Trey Ogden. Heyra nanna, Trey Ogden, sko. Nei, Tiago Moses hann er flóttur, sko. Já, þú veist, það er alveg eitthvað fætt svona, sko, ég er spennt. Jose Johnson. Sko, náttúrulega Christian Rodriguez, sem ég veit náttúrulega að þú heldur svolítið upp á. Hann er að mæta, sko, 13-0 unbeaten gæja sem var að koma úr Contender Series. Þetta væri verðilega nóg fyrir þig til þess að missa vatn yfir prílim, sko. Mér finnst það enda mjög spennandi, sko. Og er það ekki með þess að bara prílim? Nei, kannski fyrsti barndaginn mainkartin, held ég. En hérna, það er alveg eitthvað skemmtilegt annað, sko. Og það er annar hérna 9-0 gæi sem er bara búinn að vera KO-a alla, sko. Hann er með hérna 9-0, 7 KO og 6 aðeim í fyrstlótu. Jacoby Smith sem fyrir mótið Preston Parsons sem átt að mæta get spennandi svíja sem var að koma líka á Contender Series. Sko þetta Contender Series síðasta season var bara geggjað og fengur bara fullt að gaurum samning og alltaf þegar ég horfði á þetta, ég horfði ekki hvern einasta þátt. En það voru alltaf bara svona 3 nýjir gaurar bara til að fylgjast með, sko. Þannig að þeir eru allir að fara að berjast núna í janúar, februar og mars örgulega. Þannig að það er mikið að nýjum fersku blóði, sko, það er skemmtilegt. Af hverju þú að þykjast hérna hafa ekki áhuga á þessu kart? Jú, nákvæmlega. Okay, já, mér finnst bara þetta main og co-main er bara ekki skemmtilegt. Þú veist, þetta er ekki, það er alveg ástæða að þetta er í, hérna, hvað er þetta? Þetta er Apexinu. Er þetta Apexinu? Sem er nú þitt uppáhaldsvenju. Ég held að þetta ekki opnaði fyrir henni meðan júli, hvað er í gangi? Já, þetta er í gangi. Verða bara eitthvað svona stillansar og eitthvað svona í bakgrunni. Svona mexíkosku verkamaður. Það verður þetta Þess að lokaði nóvember og sagt að þetta opnaði í mitt ár 2025. Þannig ég veit ekki okkur komnir í þetta. Já, kannski byrjaði bara eitthvað svona laga fyrir utan og eitthvað og minnast við nýða. En þeir eru að fara að byggja þetta mikið upp. $20 million. $20 million í þetta núna. Þannig að það er bara, veist,
það verða almennilegir áhorfendapallar þarna og þú veist. Já, en eru þið þá ekki bara að fara að gera þetta Fight Night venue, bara sem alltaf með Fight Night? Þetta náttúrulega nú þegar orðið næst í 70% af öllum non-pay-per-views eru þarna, sko. Já. Þannig að, en þeir ætla líka að fara meira, þú veist, on the road, sagði Dana White, sko. Já. En greinilega ætla að fara meira on the road þetta. Já, hann sagði það í lokárs að UFC ætla meira, eins og núna, þú veist, í febrúar að fara til Seattle fyrst í 12 ár, þú veist, að fara til alls konar svona borga og landa, sko, núna. Það gera meira að því. London í mars. Já, einmitt. Við þangað. Hérna, ok, áhugavert. En ok, þannig að þú veist, veistu hvort þessi plan er að þeir ætla að setja upp áframhaldapalla? Að þetta maður er alltaf sagt, sko. Stækka sæti og bara, þú veist, það þarf að og tala þú veist, þeir munu stækka gera þetta miklu stærra, hafa miklu fleiri sæti og þá þarf að sko hafa miklu fleiri klósett og svona eins og við kannumst við að Davíð er komið inn í podcastið, þú veist, það þarf að gera alls konar hluti til þess að sé hægt að halda stærri eventa en hérna, og þú veist og Dana White segir eitthvað svona, þú veist við ætlum að koma ykkur óvart hvernig það verður, sko og fólk er bara að tala þú veist, verður þetta eitthvað svona mini-sphere. Það er það fyrsta sem ég hugsaði, sko. Ég meina $20 million er peningur, sko. Þetta verður eitthvað geggjað, sko. Já, ég meina þeir eru ekki að byggja hús með hennar pening, þeir eru bara að rífa og setja upp eitthvað inn í öðru húsi, þannig að þetta er alveg fullt af pening, sko. Já, 20 milljónir, það er alveg, þú veist, þú getur fengið stóran skjá og eitthvað alls konar skilur. Já, Plasma TV. Plasma TV, maður. Jafnvel farið í OLED, sko, ég veit ekki, það geti verið nóg fyrir OLED, kannski. Já, ok, þetta er enda, sko, maður líka alltaf hata við Apexið, er að það er ekkert að fólki þarna, skilju. Já. Það er bara eitthvað svona... Engin stemmari, bara eitthvað svona, hérna, vinur og ættingjar, eitthvað, Og bardaðin eru oft svolítið svona sparlegir út af því að vantar, þú veist, blóðþorsta í áhorfendur og svona pepp, skilurðu. Ég get alveg trúið að segja allt öðru þess að taka og ætla að fara að berjast við einhvern mann, skilurðu, fyrir framann 20.000 trillta íra eða 50 ríka gauðra frá bandarengjunum sem er eiginlega alveg sama, sem eru bara til þess að taka mynd og setja á Instagram, skilur við. Já. Ég veit ekki hvort það hafi verið caseið með Apexið hingað til. Nei, meira bara svona vinir og æfingar og fjölskyldumellum og svona. Já, þannig að þú veist, kannski helmingurinn húsinu er kannski farin þegar eru 2 bardaðir eftir. Þeirra fólk er bara búið. Já, flestir eru samt að sitja þarna, sko. Já, ljóta verið eitthvað svona reglur. Heldur það? Bara eitthvað, you cannot leave this house. Já, þú verður að horfa á alla barðana. Það er bara þú er frelsisviptur núna í 3 klukkutíma, vinnur. Fólk bara eitthvað, jeps, til í það. Bara heiðaringi er nú dramatísku, ég ætla að kalla þetta frelsissviptingu. Þetta er klárlega... Bóði Apex, við repa fyrir þetta, sko. Þetta er klárlega frelsissvipting og bannar einhverjum að yfirgefa svæði í marga klukktíma, frelsissvipting. Sem gæti verið skaðabálska ríki og annars því skaðabálska skilt fyrir að tróða fólki út að með flensu í eitthvað hótel í 3 daga mun ekki þeim. Já, með flensuna. Já. Sko með aðra frelsissviptingar sem ég hef heyrt og þetta er bara nokkuð gott, sko. Já, bara sko, heiðringi myndi mæta manni sko, í 16 ára fangilsi og bara við erum ekkert að vera að setja frelsissviptingu saman sko venjulega við það sem einhverja glæpamenn sem þú þekkir sem frelsið fólki í viku og eitthvað. Heldur eru bara með venjulega frelsissviptingar. Svo það löggan heldur þér í 4 tíma aukstar aðeins að hafa neitt á þig og er ekki búin að tilkynna þér ætla að halda þér í sólarhring út af ykkur þá er það frelsissvipting. Gott að hafa svona lögfræðing með sér sinni. Já, en það ekki bara... En ef þeir segja samt bara, við erum að skoða þetta á þig, þá mega þér halda þér í sólarhring, skilur. Já, en ef þeir hafa ekkert þá... Já, ef þeir segja ekkert við þig og gefa ekkert upp akkur og geta þér ekkert haldið þér í sólarhring. Nei. Mér lengur svona lendi ykkur svona umhverfilegu löggudrama aftur. Já, aftur. Aftur? Já, ég hef gert það sem ég var krakki, skilur. Já. Hvað gerður að þið þegar þú varst krakki? Ég hef alltaf gerð gaman þegar ég var krakki. Ok, nonni fucking badass, maður. Nei, já, veist, jú. Já. Henda grjóti hún í skurð. Nákvæmlega. Þannig að hérna, já, það er bara svona eitthvað svona ævintýri, skilur. Ég sé aftur svona gauður eitthvað svona að vera handteknir og eitthvað svona, já, svona stemning, maður. Já. Sko, út af því að þetta myndi mig á svolítið, þetta er snöggsa sem ég ætla að segja núna. Og þetta myndi mig á eitt. Vinur minn, þegar ég var, vorum krakkar í Kópavoginum, þá voru fréttir út allt á tímabili að það væri, sem sagt, álfar í ákveðnum stein sem var að eyðileggja fullt af vinnuvélum sem voru að vinna við Álfhólsveg í Kópavoginum. Og þetta voru fréttir, fólk trúði þessu, sko. Þetta voru bara fréttir og fólk sem vann þarna að fara að trúði þessu þegar það voru svona framinlétt skemmdaverk stundum á nóttinni. Bara þegar þeir voru farnir að vinna nálægt steininum. Og ég trúði á álfa þegar ég var barn og alveg hangli ég var 18 ára út af þessu.
Ég trú á Álfa ennþá. Já, og síðan, þú veist, þegar ég var 35 ára eitthvað og kom vinnum minn bara, já, ég gerði þetta. Það var bara eitthvað 10 ára að skemma ykkur á vinnuvelar á nótinni. Þetta ógeðslega fyndi ég, allt fullt af fólki bara, Já, fucking álfarnir, Ég var bara ekki, álfarnir bara eru til og hann bara, nei, ég gerði þetta. Ég bara, shit. Búin að segja þetta við fólk. Ég er búin að Bara passa. ekki, það var álfar í kópóinu, við getum þetta það. Já. Það er svona hjáðutrúsa góð, skilur. Já, skemmt, gaman. Þessi álfar eru til, sko. Og þú veist, náttúrulega við köllum þetta álfar og þú veist, maður ímyndir sem einhvern leprechaun. En þú veist, þetta er náttúrulega bara, verur úr einhver annari vít, sko. Og ég get sagt ykkur sögu það á afa mínum. Að það var svona steinn hjá bústaðanum hans. Og það var álfkona sem að birtist honum í draumum þegar hann var heima sofandi í Reykjavík og sagði við hann bara, hei, þakki leikur. Og þá fór hann upp í bústað og gerði við þakkið. Já. Nice. Hún sagði honum bara hvað var í gangi og það var alltaf rétt hjá henni. Nice. Og afi var svona næmur, sko. Já, mín, náttúrulega föðufjölskyldum að kemur úr Kvínsfirði, fjörður á Vestfjörðunum, sem við eigum en þá. En það er einmitt, þar eru álfar vist, segir eldra fólki, sem bjóða þarna, þú veist, með pappa, þegar hann krakki. Já. Hvað kom fyrir okkur bæjarstrákana? Akkur eru við ekki svona tengdir álfum og huldufólkinningu? Út af því að við erum Við erum ekki tengt í náttúrunni, við erum bara í einhverju steypuðina. Við erum með svo mikið material shit. Ég er farin að, ég er komin inn á þetta, sko. Ég held að við séum, með svo mikið material dót og alltaf með, eitthvað svona entertainment í augunum eitthvað, ég held að við séum orðin algjörlega og þess vegna erum við svona þunglind og kvíðin og fólkinni líður svona illa, sko. Við náttúrulega búum sko bara í einhverjum cementboxum og setur rottu inn í eitthvað svona cementbox þá verður hún crazy, sko. Þú veist, við eigum að, þú veist, hvað er langt síðan þið snertu náttúruna, snertu bara gras eða sand eða þú veist, bara komist í tengingu í jörðina. Sko. En þú veist, maður verður að gera þetta, sko. Já. Maður verður að gránda sig. Mér veist ég er næst að sammála því. Segja bara, já, ef þú setur rottu í cementbox, ég sé ekki rotta í cementbox. Nei, en bara öll dýr. Þú setur dýr lokaði inn í einhverju cementboxi. Talum kókain rannsóknuna hana. What? Hefur þið ekki mann að heyra um hana? Nei. Rottur lifa svo góð í lífum. Nei. Til að rotta. Það var að gera svona fíknir rannsókn í Bandaríkjunum. Það sem var rotta í búri og það var svona, og það niðurstaðan var basically svo að rottan fór alltaf í kókainleista vatnið þegar hún gata og þegar hún var háði. Síðan kom eitthvað, hei, prófum að setja fullt af leiktækjum hann inn og öðrum rottum þannig hún sé ekki ein. Þú veist, ef hann líður illa, hlýtur hún alltaf að drugging himself up. Og þá hættu þér að gera þetta. Já, það hættu þér að kókainu. Nei, og bara hættu þér að fara alltaf í það, skiljum. Já, ef þú hefur ekki neitt annað, þá ferður náttúrulega bara í kókainu. En ef þú ert með, ef þú ert með fullt af leiktækjum og félagskap og hana, það er svona, þetta er svona félagslegt, skemmtilegt. En við erum samt MMA podcast. Ég veit. Já, ég er sem eina rottur hans í viðbúð. Ok, eina viðbúð. Svo förum við aftur í MMA. Rottur podcastið. 15 nóta. Það er ein sko, rottur gera mjög gott í samfélagi, en það er ein rannsókn sko, þar sem þeir setja sko rottu í vatn og sjá hversu lengi hún nefnir að synda áður en hún gefst upp. Og veit hvað það synda lengi? Nei. Í 3-4 daga kannski? Nei, ég held að það sé bara svona 20 mínútur hálftími. Okay. Þar sem það er synda. En veit hvað, ef hún gefst upp og þú bjargar rottunni og setur hún svo aftur ofan í, veistu hvað hún sendir þá lengi? Bara 1 mínútu. Nei. Lengur. Miklu lengur. Aha. Bara sko, á milli sko 6-8 klukkutíma. Þegar hún kom með von. Þegar hún kom með von? Já. Af því að hún veit bara, mér verður bjargað. Þú veist, það er mögulega að ég slepp út úr þessu. Já. Já, bara með að bjarga síðast, það er bara að synda endalaust. Þetta make a sense. Já. Hope is a powerful thing. Já. Þú veit, myndi ég ekki vilja vera rotta í höndunum á okkur vísindamanni. Nei. Hættu á kókainu og kóttu í tunnuna. Eitthvað dýr. Það er þetta rottu podcasti. Rotturannsóknar podcasti finnst að notan. Herðu, en við vorum að tala um hvað? UFC eða? Apex-kart þarna. Apex-kart, fyrsta Apex-kart í sögunni. Bara ekki, ekki bara ekki. Já, af hverju lifir þú svona þetta er mjög skrítið lífi? Já, þetta er mjög skrítið Nei, ok, þetta er alveg ágætt, sko. Mér finnst sko bara fyrsti bardaginn á öllu kvöldinu, það er geggjaði bardagi. Það er einhver, ósigraður, Tajik Eagle, Tajikistan, gaur, 9-0, á móti Joe Selesky. Hann fæði bara eitthvað gaur sem er búið með alveg slatta bordagum, 8 UFC bordagum.
og hann mínus 520 þessu tækistan Já, þú veist, en þannig að hann hjúts við eigum eftir að sjá hversu góður hann sko. Ég segi, þetta geggjukart. En já, þetta geggjukart. Já, þetta geggjukart. Herru, ok, við lofum alltaf spátumum og einhverju svona bulli, sko. Ég finn hvað ég riðgar í podcastinu, eftir áramóti. Já, mér finnst ég meira með bara svona pínu revitalized. Erst þú revitalized? Já, ég Það bara gott að koma tilbaka. Já, og ég svona ég nenni þessu Já, það líka bara gaman, þú veist, loksins eitthvað fucking UFC, það ekki bara UFC 4 vikur straight, 4 helgar röð sem bara ekkert fallegt ofbeldi í gangi í sjónvarpinu mínu. Ég veit það gengur í. Maður þarf að búa til heima á þessu, sko. Gengur ekki, maður. Jesus. Haldið að ég sé svo sem beiti, þið þekki konuna mína, ekki? Jú, var hún ekki nýliði ársins í glímuflokknum? Jú. Brjálaður. Ég veit hún bara fucking glímti í drasl yfir jólin. Já, hún góð, sko. Ég í vandræðum þegar við tökum stundum smá jets heima og það ekki auðvelt þó hún sé 25 kilóin léttari, sko. Nei, hún seg, sko. Hún seg. Herru, ok, þessi, mér kennst í dörnbardagi á móti Ribas. Hvernig sjáum við þetta fara? Þú veist... Ribas klára hann í 4. Hún ekki búin að læra neitt síðan hann mættist 2019. Og Ribas bara klára hann. Já. Ég á Dörn-vagninu núna. Ég held að Dörn taki þetta. Já. Hvernig, heldur hún taki hana niður? Ég held hún söppa hana bara í 3. lóti. Heldur hún taki hana niður, nái take hana á Ribas? Já. Hún á ekki eftir hún á mögulega ekki eftir að ná takedown í 1. lótu. En leið og miðja 2. lótu og útbardaðan þá hann eftir að taka hana niður bara at will. Ég held sér öðvöld, ég held hún nái kannski takedowni í 1. lótu, svo bara verður Ribas komið með rítið á takedownin og mun bara stöffa þau. Og svo verður hún bara tíin off á hana þannig að hún getur ekki meira. Viltu veðja þetta? Hvort það komi fleiri takedown fyrir eða eftir 2. lótu? Finn ég líkt á? Nei, bara ef að ég vinn þá þarf þú að taka bardaga við mig á því date sem ég vel. Ef þú vinnur þá getur þú fengið eitthvað svipað. Já, getur þú líka fengið bardaga við mig. Hvað viltu? Við erum að gera eitthvað skemmtilega þetta, sko. Nei, þetta bara ef ég vinn, sko. Hefur enga trú á þessum spáð? Í næsta þætti, ef að Ribas vinnur, þá verður þú hérna í Manchester United treyju. Ok, og ef ég vinn, þá þarf þú að berjast um því ég vil. Nei, ég skal fara í Liverpool treyju. Það ekki en sigur fyrir mig. Ekki? Þú ert ekkert harður United stundum, þeir eru svona, eitthvað svona, gaur. Ég heyrti tala um United, sko. Þú ert ekki með... Já, við erum allir þar í dag, sko. Ég með svolítið hjarta og sál í Liverpool, sko, hjá mér. Ekki að það sé gott þegar maður á þetta gamall. Maður á að vera þannig frá 16 til 22, sko. Þannig á maður get over the shit. Ég bara ekki náð þeim þroska. Við United menn lærðum það svolítið núna með Erik ten Hag. Hann kendi okkur að þetta skiptir í lengur máli. En náttúrulega við Liverpool menn, sko, ég var náttúrulega hélt með Liverpool í mestu lagði Liverpool ever. Bara unnum ekki titil frá því ég var, 6 ára og þangað til ég var 20, eða 30 eða 35 ára eða eitthvað. Þannig að ég svona gekk í gegnum, sko, erfiðustu tímana þegar að ég var sem heitastur. Þannig að mér finnst ekki eitthvað erfitt núna þegar við erum góðir að þá mér alveg saman, sko. Hvernig þróast þetta podcast út þegar rotturrannsóknar podcast í líka fótbolta? Með ekki. Ætlaði að veðja viðbáta eða? Já, ég er tilbúin að veðja að, treyju. Þetta verður að vera eitthvað skemmtilegt. Annars sleppum við þessu bara. Það er sá sem tapar bara byrja neðan. Ok. Jæja, ok. Þannig að þú, Heiðar er á Dörnvagninum, byggir og Það sem ég sé fyrir mér er svona í 4. lóti þá reynir Mackenzie Dern svona eitthvað svona flying scissor kick á sama tíma að maður rýpa sig sitt flying scissor kick og það lendur svona saman, skilur við í svona skæristöðu Áhorfendur heyra hvers konar maður núna er og ég get bara svona, ég horfa á þetta og ég get bara dáið hamingjusamur og ég bara svona fæ svona gleði í hjarta á Já, ok Það var flottur endir. Bad take. En Oddly specific. Ok, let's get cancelled, shall we? Ég segi að Mackenzie Dern taki og Scissor kickana niður og söppana.
Já. Sjáu þið fyrir ykkur og ná henni niður og hann var að halda henni niðri. Já. Ég sé ekki alveg fyrir mér. Ég er svona 50-50 sko, en ég var ekkert super sol, ég var ekkert ógeðslega viss með þetta, en mér var Störn líta bara svo vel út í síðasta barða. Mætti... Stilga aðeins búin að kjöta sig í gang. Já, þú kjöðist kjötperriðir, maður. Ég elska kjöt. Þeir eru svo mikið að greina það út frá svo röngum hlutum. Já, og deilum mikið út í Við sjáum. Hefur labbað með heiðaringa fram í kjötborðinu í Hagkaup eða eitthvað? Nei. Við getum ekki högg í magan veðmál. Ef ég vinn, þá fæ ég kýla í magan. On camera, ef þú vinnur, þá fær ég kýla með í magan. Þetta geggja content. Come on, Biggie. Þá getum við svitað yfir þessi barða. Já, þá er þetta verið eitthvað spennandi. Ef Rýbas myndi svo vinna. Þú veist, við megum halda svona, þannig við höldum fyrir solar plexus og þú veist, þannig við fáum þetta bara akkurat hérna í magaveðana. Er þú ekki alveg með grjót? Ég er nefnilega ekki með neitt grjót, sko. Það er svo ógeðislega fyndið ef að Biggie myndi kýla heiðaringa í magan og handlegsbrotna. Já. Það var þetta hilarious. En hvað segirðu, Biggie? Nei, heyrðu, gerum þetta Nonni kýlir í magan. Það var að jafn fast högg. Fast. Já. Nonni, til í það? Ég er til í það. Er ég til í það? Já. Já. Hvað, ég bara eitthvað leggja ekkert undir, forget all the price. Já, ég til í það. Gegja. Má ég láta Gilli kýla þig í magan fyrir að nonna? Þið hafið ekki verið kýldir af mig. Ef við bara sippa henni hérna inn. Bara hamra þig. Já, ef við bara, hún bara mæta til þess. Já, ég meina. Til þess eins að... Já, ég ekki bara sjá mig það. Jú, ok, Nonni fara að gera þetta. Þó að ég væri alveg til í að sjá það gerast. Líka, sko. En Nonni fara að kýla í magan. Já. Er það bara, hérna, bare knuckle, eða... Já, nei, ég held að geti sett meiri kraft í höggin með smá 12 unsa hanska. Þú ert með vafninga. Bara vefu þig, eða ert með hanska sem eru svona vafningar, þá ertu með stuðning fyrir úrliðin. Bara hamraru með þér. Já, ég er til í það. Já, mér eru svona hanskar og getur bara klætt í. Til í það, þetta er bara, hérna. Þetta er bara sigur, það ekki? Nei, þú ert veikur. Bara svona virtual shake. Já, mjög gott. Shake, já. Shake that booty, eins og Skáldi sagði. Og þá er næsti bardaði. Þetta var bara upp á sigur, það ekki? Svo sem að vinnur. Já. Jú, höfum þetta bara sigur. Þetta var, djöðlega gaman maður, svona í svartmyrkur úti og bara allt ömurlegt. Svona komið smá hiti, sko. Voruð þið búin að skoða hvernig hérna veðbankarnir hafa þetta? Nei, líka 50-50 það. Rýbas er minus 218 og Mackenzie Dern plus 180. Já, 270, 150, herru, wow. Djöðlega geggja maður, ég hef engar ágjör að þessu. Nánu, þú bara að kýla hann í magan. Við getum bara gert það núna. Ég hef reyndar engar ágjör af því að tapa heldur, þannig að þetta er alltaf læg, sko. Já. Ég er með góða maður það. Ég er I work that shit, bro. Ég er líka með svo fín högg, svona. Ég er ekki... Sko, þú myndir nefnilega, þú ert búin að box bara í 15 ára eða eitthvað, sko. Kjarrið þjálfarinn er bara duglegur að svona sparka í okkur, þegar við erum að í planka og svona kýla okkur, þegar við erum að gera mæðingar og svona. Þannig að... Varstu ekki að segja að þú væri ekki með grjót, eða? Ég er ekki með mikið grjót, sko, og sérstaklega ekki svona beint eftir jólafrí, sko. Maður datt aðeins í Lindorkúluna, sko. Lindorkúluna? Já, það var eins og partíð með Nonna í smásund þeim með mér. Ég höfði með nammi bóka einu sinni, nammi-partí. Ég var að labba inn upp stigan á hann og sá ég svona lítið nammi á gólfinu og ég bara, já, Nonni mættur. Það varst þú bara automatist Nonni. Þetta er svo ósengjant, sko, þó ég hafi nú aðeins. Herri, ég borðaði heilan póka af Aleppo-lakri sem daginn. Aleppo? Aleppo. Hvað er það? Nei, Apollo, segir. Aleppo. Aleppo er borg í Ísrael líka bakari sem selur geggjaðar súkkulaðikökur. Já, Aleppo, er þetta ekki borg? Nei. Jú, þetta er líka borg, en þetta er líka bakari sem selur súkkulaðikökur í bónus. Er ekki Aleppo, er þetta ekki einhver höfuborg í Sýrlandi eða eitthvað? Ég bara veit ekki hvað landi, sko. Damaskus, en já, þetta er einhver borg, held ég. Já, þetta er einhver borg. En, já, Santiago Ponzinibbio. Já, hvert erum við komnir á? Að móti Carlston Harris, þú veist,
Já, hvernig sjá Ég hef engan rosalega áhuga að greina þetta. Nei. Ég vil bara sjá Ponsonibbi og laminni köku, köttaður, helst on air. Aldrei að fara að gerast, þú veist, ef að Carlson Harris er fyrir vinnan barna, þá er hann að fara eins og púlla eitthvað eins og múti Jeremiah Wells, þar sem hann var bara verið að grænda niður þannig til hann einhvern veginn náði anaconda choke svona out of nowhere og svæfa hann, sko. Þú veist, ef að Carlson Harris vinnur, þá verður það einhvern veginn þannig. Ég sé alls ekki fyrir mig Ponsonibbi og eitthvað köttan og lamin í klessu. Það er bara síðasta sem maður gæti gert. Ég sé fyrir mér að Donald Trump verði í salnum, Ponsonibbi og tapar, Dana White stífur inn í hringinn, segir Donald Trump, kotið inn og Donald Trump segir You're fired. Já, það væri geðvegt. Það væri geðvegt. Þú vil vera geðvegt. Mætti Apexið bara á fyrsta Svo kemur P. Diddy, you're coming to my island, bro. Það væri svo fullkomið, maður. Það væri bara eitthvað, let's have some baby already, motherfucker. Shit, já. Þá væri, það væri bara svona, það væri svona ný, það væri eitthvað svona ný þjóðhátíð fyrir okkur Íslendinga að það myndi gerast. Geggjað. Beinar útsendingar af P. Diddy Island úr herbygginu hans Ponsonibbi. Ég myndi að horfa á það. Já, ég myndi að horfa á það líka. Veitu, var P. Diddy með eyju eða var hann ekki bara með eitthvað herbyggi? Já, bara með eitthvað hús held ég. Já. Var það? Já. Já, hann var ekki með eyju. Nei. Ok. Hann var ekkert eitthvað Epstein. Nei, hann var bara með partíin. Hann var bara með partíin. Það var ríkilegt að það væri bara Epstein Island, svo bara P. Diddy Island hliðina. Neighbors. Ég er nefnilega búin að vera í pínu hérna svona kannhóli með þetta máli. Ég er búin að horfa á... Við skulum ekki detta og Nei, ég ætla ekki að gera það. Það var hérna saga Liverpool og tekin hérna 1980-1990. Sko, ég ætla ekki að gera það, en þetta er fullt af mjög góðu efni þetta á internetinu. Já, eflaust. Herðu, Ég er líka alveg til að tala hérna geimverurnar í New Jersey, sko. Er ekki búin að heyra það? Er það Jersey Shore þættir? Nei, New Jersey, það er bara UFOs, bara like crazy, bara í New Jersey. En það er að segja núna, hérna, nýjasta conspiracy theory er sko bandarísk, þú veist, world government, eða þeir sem stjórnaði síðan að reyna að búa til núna alien threat til þess að geta búið til one world government. Ég er búin að vera að segja þetta í svona 10 ár, sko, svona ándjóks, að þetta sé eitthvað svona endgame dæmi, þannig svona til allar conspiracy gaurnar úti sem eru búin að segja þetta líka í 10 ár bara þegar það er fucking rétt fyrir ykkur maður og þetta er bara að gerast núna, sko. Já. My God. Álhatturinn og stálhatturinn. Já. Það er hérna Abdul Razak Al-Hassan á móti Cesar Almeida. Þetta er klikkaði fætt. Já, þetta er flottur bardaði. Já, það. Já, ég setti Abdul Razak á parlegið mitt. Já, hann er underdog eða ekki? Hann er underdog, sko. Cesar Almeida er smooth en Abdul Razak er með fucking ókvænlega kraft, sko. Hann þarf bara að hitta hann einu sinni. Já. Það var lights out. Ég er með rosalega lélega tilfinningu fyrir þessum barða. Já, ég veit ekki alveg hversu, ok, við vitum að Cesar Almeida á að vera geða góð strækir, en hversu góð strækir er hann? Þú veist, mun hann bara dansa hringi í kringum Abdul sem verður með eitthvað svona víð högg sem að hitt ekki sitt, eða, þú veist, mun Abdul Razak bara ekki svolítið geta pressa hann og overloada hann og kýlt hann út af því að þú veist, högg frá Abdul Razak og tekur þetta ekkert á gardi í litlum 4-ounce glove, sko, þú veist, það er fucking kraftur í þessum gæja. Já, það er náttúrulega, hvernig kartið hans? Þú veist, örugglega ekki það besta, það er svona gaurar eru það yfirleitt en ekki, en ég veit ekki alveg, ég man svo sem ekki eftir honum að gasa eitthvað sérstaklega. Nei, ég man nefnilega ekki eftir honum að gasa, en ég man eftir honum þreyttum finnst mér bara mikið svolítið. En ég er á Almeida-vænum, mér finnst bara Almeida of smooth, of góður. Ég held hann eigi eftir að geta, ekki það Apex búrið er lítið, sko. En ég man, mér minnir að sé sko 3 í stuðul og Razak og já, bara já takk. Þannig að það var 39 ára, sko. Cesar? Já. Já, ég veit. Nei, hérna Razak. Abdul Razak. Nú Almeida sé, hann er 36 ára, þú veist, þeir eru alveg svipað. Já, ok. Þú veist, þegar þú skriðið upp í fertugt, sko, þá er svolítið... Það er svolítið munur á 36 og 39. Getur ekki að geta högg í magan og svona á þessum tíma, sko. Já, ég get alveg látið ykkur bara vita því, strákar, að það er töluverður munur á 36 og 39. Þannig að ykkur hefur það til að hlakka til. Nei, ég held mig bara við Almeida. Ég held að hann sé smúð fyrir Abdul. Gæti verið, sko. Ég held að sé, já. Cesar Almeida hefur náttúrulega unnið Alex Pereira í kickbox fight, sko. Skulum hafa það á hreinu. Hann hefur mætt honum 3 sko og unnið hann í 1 skiptið. Já. Þannig að þetta er alveg einhver alveg strækir, sko. Já, hann er fýtt. Og búin að lúkka ágætlega, sko. Hann er fýtt, sko. En bara, já,
ég held að hann sé ekkert að fara í mikið erfiðara andstæðinga heldur hann að gera við núna og vinna Cesar Almeida þar að segja en hann ætti að vera með Abdul nokkurn veginn í lóðanum sko. Svo bara spáir í hvorum betri tækni en þú veist þetta bara krafturinn hjá Abdul Razak svo svakalur, það stór faktor í þessu En þau voru búin að keppa móti Alex Pereira þetta þá eitthvað svona yfirnáttúrulegu kraftur? Þetta ekki þá bara normal? Kannski En ok, ef við farum í næsta? Já, herru, Chris Curtis og Roman Kobilov Þetta finnst mér eiginlega að vera í main eventið á kvöldinu Rúsneski Chase Hooper Já Sko þetta er spennandi Þetta er spennandi Mér finnst sko Chris Curtis vera svolítið að tínast og gleymast Já, mér finnst það líka og mér finnst hann er ekki það spennandi bardamaður að það sé eitthvað ósengjant sko þannilega séð en Hann er grændir duglegur en Kopilov á að vinna hana bardaga Já, akkur bara hann er betri strækar og hann er mjög góður í glímu líka þannig að ég sé bara ekki hvar Curtis á að vinna hana bardaga Nei, náttúrulega bara Curtis bara sækja þú veist frekar góða sigra hann er með no contest mútið Imavov ég man ekki af hverju hvað kom fyrir í þeim bardaga One Joking Buckley sem þetta fóð svo bara niður í welterweight þannig já, þú veist hann er svona svolítið kappaður sko en Kobilov bara búin að líka ógsleifur En Chris Curtis kýlir fucking fast það gæti alveg verið þú veist, kannski svolítið eins og með Abdul Razak þú veist, hann þarf bara svolítið að pressa og kýla fast og fá alltaf bakka Já, Kopilov sem 85% KO TKO rate sko og meðan Chris Curtis með 55 Þannig að ef einhver er að fara að róta eitthvað þá held ég að Kopilov sé að fara að róta Curtis hérna það sko mér finnst það svo hann er með flottan stíl Curtis en mér finnst svona bara þú veist lítið kom út úr því og svona þú ert alveg þú veist alveg hvað hann er að fara að gera það er auðvelt að undirbúið sig fyrir hann að barða Já, ég held það líka það er bara spurning hvort að Curtis geti gert það nógu vel til þess að bara undirbúið þú veist bara þú veist undirbúið þig eins vel og þú vilt skilur en ef þú er bara of góður í þá verður ekkert upp úr í þannig að ég sé þetta samt fyrir mig bara sem bara Kobilov sigur sko og hann bara siglir sig það er auðvitað bara decision sigur sko en náttúrulega líka Curtis hann er ekkert unglamp sko hann er 37 ára það er ung Nei, það er svona the end of the prime ef þú nærða að tegja upp í 37 ára þá var það helviti góður Er þú búinn með The Prime? Já, ég er búið með sko Já Það er bara stinningsvandamál Nei, það er ekki byrjað Flessunarlega Myndi aldrei viðkynna hérna í þættinum sko Ég er svo Skulum bara fara eftir tölfræðinu Ég er eins og opin bók, stráka mínir Ég er náttúrulega að geta alls konar grasaleg til að halda testanum uppi sko Já Það eru svona 5 ár hóðanlega fyrir að setja testa í mig bara Já Ég er mjög spenntið fyrir að setja testa í mig sko. Já, ég mynd samt geima það Já. En mér hlakka líka til því ég er svona 45 þá byrja að setja í mig Okay. Við munum covera það vel í 5. lótunni farið við breytingarnar og svona Já, það verður mjög skemmtilegt sko Heldur þú Ég ætla að fara til læknis með sko Ég ætla að fara út af því ég voru í hormónumælingu þegar ég var 25 ára þegar var í einhverju krabbameinsskoðun og það var mælt hormónin í manni þannig að ég á testamælingu frá því á 25 ára þannig að ég ætla bara að fara til læknis og bara fara í mælingu og svo ferði bara til læknis og ég er með þennan testa hérna sem er rólegur hvað á ég að taka mikið á honum með viku til að vera hér eins og því á 25 ára og ef hann kemur eitthvað, ég ætla ekki að segja það og segja, tekið bara allt í einu út af lækninu út af hann bara, þá drefum við bara að þú veist, tekið allt í einu, þú er að hjálpa mér ég held að hann kemur hann bara eitthvað tekur svona mikið í sprutuna Þannig að það er að standa ykkur svona hótunum við lækninu Já, ég gera það reglulega ef ég þarf sýklaleg og svona og þeir vilja taka einhver strektakokkapróf þá fer ég yfirleitt í hótanir, beint í hótanir sko Ég ætla bara að skrifa út sýklaleg bara willy-nilly Nei Er það hættið því? Það er erfiðar að fá sýklaleg heldur en fá ekki merkjapillur sko Þú getur auðvitað að fá liggu við oxy heldur en sýklaleg Já, ég þarf alltaf Ég mætti einu sinni til læknis og hann var bara já, svo bara svona sýklaleg til öryggis Takk til það bara Eitthvað Ég hef ekki fengið þetta viðmátt sko Það hefur verið bara ekki að það ertu sýklaleg Akkur Við ættum alltaf að hætta, við erum að verða ónæm bara the human race fyrir sýklalegum sko og þegar það gerist þá erum við fucked sko þá erum við aftur bara
þú veist, fólk deyr alls konar sjúkdómum. En það ekki bara fínt? Fólk fær niðurgang og deyr, sko. Það ekki bara fínt? Nei. Fólkin 9 miljardar til að fólki, við erum svona 5 miljardur á mörg, sko. Nei, okkur bara tróðin í pínlilla borgir. Við erum komin svo langt út fyrir Ég veit, sko, við getum ekki haldið okkur on track hérna. Nei, það líka bara hérna, þetta fyrst í þátturinn og svona, við erum aðeins að hita upp. Já, þetta líka bara eitt, þú sé. Já, bara Dörn og eitthvað. Já, við áttum náttúrulega að fá gest. Já, en sjúklingarnir hérna komið í veg fyrir það. Við veikindabælið. Við gátum ekki að hérna í heilsubælið. Nei. Það rétt. En eigum að setja á þennan barða? Já, þetta kóbílöp allan daginn, sko. Já, ég er það. Ok. Ég setti svona Chris Curtis á underdog parleiðið mitt, sko. Já, það. Ekki. En Kóbílöf á að vinna þetta. Þetta er svona hans til þess að tapa, sko. Já. Þú veist, þetta er, ef hann ætlar að vera einhver alvöru gæði, þá á hann að fara ekki Chris Curtis. En Chris Curtis er samt alvöru, obstacle. Já, en það er óþólandi að Roman Kóbílöf hafi tapað mútið Anthony Hernandez. Já, ég samlega því. Það er alveg, það er eitt mesta klúður sem ég bara... Ég man ekki nákvæmlega eftir því, en Anthony Hernandez er alltaf bara geggjaður, gæti orðið champ. Nei. Ok, þú veist, reyndar, hamsat þarna á eitthvað, ég er ekki alveg að fara að spá því. Það verður aldrei champ. Anthony Hernandez er að klifra upp og hann verður þarna á toppnum, sko. Anthony Hernandez? Já, hann gæti fengið titleshot, já. Hvað hann gamall? Ef hann er eldri en 30, þá aldrei í lífinu. Hann á allt og mikið eftir að bæta sig til þess að geta eitthvað toppgur. Sko, menn hafa nú alveg fengið séns hérna í, þú veist, ekki í endilega fyrsta öðru contender sæti, sko. Ég geti alveg séð fyrir mig Anthony Fluffy Hernandez fái titleshot á næsta árum, sko. En hann vinni hamsat eða eitthvað þannig, kannski spurning, Are you crazy, eða? Nei. Á næstu árum? Já. Bara næstu 2 árum? Já. Aldrei. Hann er geggjaður. Aldrei. Ég held að geti tekið Í hvaða vikt er hann eftir? Er hann middleweight? Já. Middleweight. Aldrei. Já, sjáum bara til. Hvað hann er gamall? Er þið búin að tjekka það? Spyrjum bara leikslokum. Við erum svolítið komin út fyrir efnið. Nei, við erum að tala um loksis on topic. Já, við erum að tala Við erum að tala svona eitthvað bardamann sem er ekki 31. Já, Anthony Fluffy Hernandez er in his prime. Hann er að dett í prime sitt og hann er mjög góður. Anthony Hernandez leit svona út í præminu sínu. Þú taka einhverja mynd á hann hann er 22 ára í einhverju minna promotioni. Anthony Hernandez er að fara að gera góða hluti í UFC næstu 2 árum, sko. Já, sko, ef Anthony Hernandez verður UFC-mestari, þá skal ég með glöðu... Og ef hann verður það ekki og retæra, þú þá, sko, veðmál virka þannig að 2 menn leggja undir. En þú ert svo ótrúlega kókraustur. Þú vilt alltaf fá að leggja undir, þú vilt alltaf taka veðmál, veðjum, já, hvað ætlar þú að leggja undir? Ég ætla ekki að gera neitt, eitthvað. Og hinn á verður bara, já, ok, ég set buttplug í mig. Þú ert alltaf með svo svakalega fulleringar í þættinu, maður bara svona, þú veist, put your money where your mouth is og setti bara buttplug. Hafa það verið rangar, Am I wrong? Þetta mun allt komi í ljósa þessi ránt hjá þér, sko. En ef við skoðum bara middleweight rankings, hvað hann er nummer 13 núna. Akkurat. Ég held að hann muni alveg vera, í loka árs, þá verður hann nær 5 heldur en 10. Sko, ég ætla að spá því. Anthony Hernandez er búin að vera 4 ár í UFC. Já, svo. Það er ekkert það langur tími. Það er alveg langur tími. Hann líka búin að vera að gera mjög flotta hluti upp á síðust. Þetta var ekkert jafn slæmt tap og með myndi. Nei. Þetta tap í Roman Kóbílöf. Nei, það er bara mjög erfitt að komast í gegnum Fluffy Hernandez. Ok, hann verður samt aldrei meistari. Látt ekki svona. Never. Gæti gæst. Ok, ef hann verður meistari, þá bara buttplugga þig. Ok, þú segir hann verður aldrei meistari, þannig að það skiptir engum máli. Ef ekki bara segja, ef Anthony Fluffy Hernandez... Ég ger ekki veðmál nema ég sé að veðja við eitthvað. Ég er ekkert að fara að setja mig harm's way nema einhver annar sé að gera það líka. Þannig virka veðmál. Þetta er bara I like your odds. Nei, þú má kíla mig í maður. Þú sagðir á næstu árum, á næstu 2 árum. Já, og þá buttpluggi rassin af þig og þú má kíla mig í maður ef hann hérna næri ekki. Ok. Geggjað. Buttplug, ég held þú vildir ekki, já. Virtual shake. Herri, ok, það er bara þannig. Ef Anthony Fluffy Hernandez verður UFC champion, þá er það bara buttplug á Heiðar og ég fæ að velja buttpluggið. Nei. Ég vel hann. Nei, nonni verður það. Nei, ég vel hann. Við þurfum núna að fara að semja stærð. Nei, það mun ekki koma til þess.
Þannig að ég, sko, Ég verð bara svona úrskurðardómari svona, já, hvort hann sé viðunandi sem ég kem með. Annars byggi með sinn með sér. Við látum... sem hann á bara heima á sér, skilur. Já, þú vilt ekki fá hann, sko. Nei, herru. En ok. Við erum bara með buttplug á heilanum. Byggi maður. Hann búinn að nefna buttplug 4 sinni núna á 35 mínútum. Það að láta eins og þetta sé bara ekki hugmyndina nonna, hugmyndfóstur nonna. Já. En ok, þetta er fínt. Svo kemur hann Austin Bashi á móti Christian Rodriguez. Ég þekki Austin Bashi ekki neitt. Þetta er eitthvað spennandi up-and-comer sem væntanlega bara að sækja sitt fyrsta tap hérna á móti bara að freka reyndum Christian Rodriguez. Já, ég skil eða ekki gæja, sko. Það er það mikið hæp bara fyrir þessum Austin gæja, sko. Það er gott, sko. Þetta er mjög erfið með allar debut á móti, sko. En þú veist, þetta hann hlýtur að hafa eitthvað. Hann búinn að, sko, hvað síðustu 5 í röðu hafa allt fyrir finishes, ekkert búinn að fara í 3. lótu á síðustu 5. Hann er takedown geðsjúklingur, sko. Við erum að tala hérna 18 takedowns að meðaltali á 15 mínútum. Já. En þá var ekki bara verið að tala um eina contender series eða þetta skoðið inn á... Já, en ég meina það er samt rugglað, sko. Já, en þessi takedown geðsjúklingar gasa alltaf þegar takedownin hætti að virka. Khabib með rab. Já, ok, sko, það er náttúrulega einhverju svona... Islam. Umar. Já, þú veist, það er komið svona í þennan ákveðin hluta. Já, elite. Já, elite, svo þú taldir upp nokkur nöfnum það sem eru svona komið svolítið svona sama svipuðum skóla. Já, svipuðum skurði, sko. Já. En má ekki gleyma því, sko, Christian Rodriguez mætti hérna Raul Rosas Jr. Já, það er rétt. Já, og veðraði hann í fyrstu lótu. Og Raul Rosas kláraði sig alveg, sko. Já, það er alveg rétt, sko. Og hann hérna veðraði storminn það. Ég var búinn að gleyma því. Já. Hann vann líka Cameron Simon. Hann er með grimma fellivöld, sko. Já. Og það er ótrúlega erfitt að sveppa. Þegar Christian Rodriguez, þetta er ekki gæði sem þú ert eitthvað svona, hvað belt eftir með og hann eitthvað svona, ísvarbeltingur. Nei. Hann er bara góður, skilur. Hann æfir bara MMA. Já. Út af í gegn. Akkurat. Þannig að, þú veist, Christian Rodriguez er oftast minn uppáhalds underdog. Af því að hann er alltaf svo þetta er bara eins og að veiða lax, skilur. Hann er svo ótrúlega lifandi þegar hann er komin á bakkanum. Það er rosalegt kjöt á sem Basi samt, sko. Guð minn góð. Já, ég segja með þér. Ég held að þetta verður bara reynslap á hann Austin, sko. Já. Hann er ekkert að koma úr Lights Out Championship. Sem ég veit ekkert rosa mikið það. Light Out Championship. Það er bara eitthvað lítið promotion. Hann átti bara svo flotta framistöðu í Contender Series þannig að hann hæpaður upp úr öllu og það er kannski bara ekki það besta í heiminum, sko. Vilt kannski fá aðeins auðveldara debut heldur en Christian Rodriguez sem er bara 3.25 á Christian Rodriguez. Shut up and take the money. Já. Okkur fór hann ekki á underdog kartið mitt, maður. Nei, það parlaði mitt. Já. Ég ætla að setja hann. 3.25? Það er góðu stuð. Og þetta er gæði sem að debua í UFC á móti gauð sem að veðraði Raul Rosas Jr. Og líka, sko, ekki bara debuta, heldur gauð sem er búin að vera að finisha alla. Þannig að hann er líklegur til að koma inn og ætla að sækja finish í fyrstu, sko. Sem er góðu leið til þess að gasa. Það er það sem ég var að hugsa. Þú varst eitthvað, almennstur ekki henn. Íslam. Já. En ok, ég er komin á vagnin með henni minn. Takk, velkomin með þig. Christian Rodriguez decision. Já, þetta er svo akkurat þannig. Hann er svo akkurat maðurinn til að veðra á það, sko. Þetta eru klárir maður. Já. Allavega áður en það gerist. Sjáum hvort við erum klárið þegar þetta er búið að gera. Já, þetta er svona 50-50. Herru, svo er Punahele Soriano á móti Uros Medic. Hver í F-inu er Punahele? Jú, hann er flottur, sko. Hann er alveg búin með þó nokkuð marga bardaga, sko, eða ekki? Bæði lúkkar þokkalega bara vel á fótum og er með allt til að í glímu, en þú veist, svolítið búin að vera óöppin, finnst mér. Óöppin með hvað? Af hverju hefur þessi gæi alveg farið? Nei, ég síðan... Ég hefur bara fengið ykkur heilabilun jól og áramót og bara, þú veist, hann er bara dótt úr hún. Þegar Aron tjókaði þig, þá fórum nokkru heilasölur. Já, Punahele. Já, það er var nú einhver dama sem var að segja mig það að þú hefðir ekkert farið út þarna, sko.
Ég fór rétt undir línuna, sko. Já, við Grand vorum að skoðum þetta frame by frame. Já. Hún var bara, kann þetta ekki út í Gilly? að bara ekki, ég var hann. Já. Hann gerði það, hún hún er rifust þetta. Þú, hvaða dama það? Hvernig er ég að fara að börja? Gilly, gangi vel með það. Ég get tekið Gilly, maður. Já, ég er ekki Ég veit að ég þekki hennar veikleika. Já. Ég hef glímt við hennar, sko. Já, náttúrulega, þetta er MMA, þannig að striking með. Hún er alveg svona þokkalega í kippásinu, sko. Þú væri fyndið að Gilly myndist bara buffa mig. Ég held hún geti buffað ykkur báða, sko. Í MMA, þú veist. Sko, ég vil ekki láta læt sem í búrinu með ykkur dömu, sko. En ég væri alveg til að reyna á það, sko. Já. Let's make it happen. Já, skemmtilega að þið spenntu fyrir því með hvað þið ætlaði aldrei að keppa við mig. Ég ætla bara að taka... Það sem hún ræðu við. Nei, ég ætla bara að taka alla fjölskylduna, skilu. Ég ætla að enda á kallinum, skulu. Ég ætla að taka Gilly, svo dóttu þína, svo þig. Já, það er... Ég held að það er að byrja samt á dóttu minni og Gilly er klárlega betur en dóttu minni. Já, ég meina, þú mátt velja röðina, svo sem, skilur við. Já, en sko, Puna Hele er núna búinn að taka Miguel Beisa tapaði fyrir Stolfúls tapaði fyrir Kopilov. Sko, hann lúkkar betur heldur en hann er. Þetta er svona einn af þessu gaurum sem, þú veist, maður sér hann kom inn, sér hann byrja og maður er bara, ok, þessi er góður, sko. Svo einhvern veginn gengur honum ekkit rosalega vel, yfirleitt. Nei. Ég skil þig. Ég er bara... Já, þetta er bara eitthvað svona... Mér vantar bara einhverja minningar hann. Svo sem bara ekkert memorable gæi, fattur þetta var svona lala gæi. Já. Mid-level. Svo ég með einn want to watch gæja á þessu karti. Eigum að skjóta það? Þú verður að segja hvernig þú sér hann að barða það fara fyrir. Já, ég bara ekki hugmynd. Ég held að Medits er svona betri. Já, ég hef það bara tilfinningunni að hann sé betri. Já, þetta er barðaðinn hans. Ef hann ætlar að vera eitthvað láta muni eftir sér og þá ætti hann að vinna hann barða. Þú ert að vera að tala Ihor Pottier eða? Nei, hvað heldur ég sé? Hvað heldur hann sé? Ég er að tala nýjasta Dagestanan í UFC, Magomed Gaziasulov. Búin að heyra hann? Hann er búin að taka eitt UFC fight, hann er að fara í annan UFC fightin sinn. Hann er 9-0, hann tók út nokkur reynslutöp á amateurferlinu sínum. Á einhverju sko IMMAF heimsmeistaramóti og Cup of Russia fyrir það og eitthvað. En það er 9-0 sem pró. Þú ert að tala hann frá Bahrain? Magomed Gaziasulov. Hann er allan að fættur í Dagestan sko. Ég veit ekki hvort hann sé fighting. Jú, hann er fighting out of Bahrain, það er rétt þér. En þetta er Dagestani sko. Ok. Ógeðslega erfitt eftirnafn sem að... Já, Gaziasulov. Gaziasulov, já. Hljómaði vel í þér. Þú með það? Já, ég er búin að ræða mig heima. Satt bara heima, ég er búin að setja heim í 4 daga að æfa nöfnin bara fyrir þetta kart, sko. Það gerir alltaf mikið grín að mér, sko. En já, ég veit ekkert hver þetta er, ég hef ekkert séð highlights að neitt, sko, en bara svona 9-0 Dagestani. Já, það er yfirleitt killer. Bara shut up and take my money, sko. Já. Ég bara fyrir án að vagn með þér, ég er hrifin af þessum Dagestan. Þeir eru fucking beasts. Jú, elskar þá. Ég segi, þetta er gott kart. Já, síðan er Diego Moses líka og Ihor Pottier líka. Viktoria Dudikova, rússnesprosta. Svo lokar þessu þegar þú ert orðin vel fullur, skilurðu, þá dettur í Dern bara það. Er það planið á þér? Já, ég held að það verður miklu skemmtilega að horfa á það að þú ert búin að búa með svona 8 bjóra, sko. Já. Þetta er alltaf svo seint. Ég ætla að beigja einhvern kertum og eitthvað. Ég ætla að geta smá rómó hjá mér. Leggja þig, vaknum eitt litið, opna rauðvín. Já, nákvæmlega, vera með rauðvín og osta, vera á sloppnum eitthvað. Dörn, þú bara hér. Við verðum að hætta svona. Þetta er í Valium 3. Nei. Shit. Valium 3. Bara með sloppnum, skilur, ertu ekki að tala selskíslopp? Jú, það sjálfsög. Já, næs. Hvað er fokkinn með Valium 3? Tala Valium kettlingar í Bandaríkjunum sem er svona ríka kettlingar í selskísloppum sem er með kokteilana miðan dag, skilur. Já. Ég held að nonni eftir að klæða sig gíl að horfa á hann bara fyrir Dörn. Það gæti verið. Besta hugmynd sem ég hef heyrt. Og sko, ef þú tekur mynd af þér, eða myndband í gínum að horfa, það, ég meina þú veist, hún hlýtur að vera að skipta sem kærast útbræðum. Já, hún er það nýbúin að skipta. Hún Dörn. Nú? Já, hann hætti með manninu sinum. Já, ég veit, fyrir hann að gaur sem Petorino eða hvað sem hann heitir, sem getur ekki raskat. Sem getur ekki fokkin raskat. Já. Ég er að segja, hún er að fara að skipta hann. En hann er alltaf að berja aðra gauðra sem er eitthvað svona... Já, hann er að berja hann að fyrirvændi manninu hennar og... Hann er að fara í einhvern ógeðslega erfiðan bardaga í febrúar á
hvort það sé Seattle-kartið, ég man ekki hver það var. Hann að fara í einhvern svakaður Já, hann bara, hún verið slátrað. Já, hún verið slátrað. Og þá hlýtur Dern að cut her losses og bara ég ætla ekki að fjölga með þessum. Nei, nákvæmlega. Það finna einhvern betri, nonnir á hliðlinni, let's go. Nákvæmlega, ég ætla vel að senda þér Já, hann að mæta Mansour Abdul Malik, gæðin sem ég var svo mikið að hype upp hérna daginn, skrifa greinimann og eitthvað. Bara algjört unit, þessi gæði, sko. Þannig, hann að fara móti honum, verður örugglega lamin í klessu. Þá bara nonni næsturinn. Ég held að Dern sé búin að spotta. Ég held hún detti inn á lótuna á til. Það íslensk og portugalska, þetta ekkert rosalega langt frá hvort öðru, sko. Nei, alls ekki. Þannig að þú veist, maður getur hlusta á portugalsku og bara, já, ég skil einhvað, skilur. Ég held að þau séu eins. Ég náttúrulega hérna búin að vera að slæta inn í DM hjá einni brasilískri UFC-gælu. Hvað gælu? Nýjustu hérna. Alice Pereira. Alice Pereira. Ég er bara, við erum tjatta, sko. Já. Er það tjatta? Nei, segir svona, en þú veist. Lækaði hún ekki stóri hjá þér? Hún lækaði stóri hjá mér og eitthvað svona. Hjá þér eða hjá lótunum? Hjá mér, sko. Og hérna, já, hjá mér, sko. Og svo var hérna þjálfarinn hennar postaði fréttinni og var bara eitthvað geggjað Íslandur að fellum okkur og Í alvörunni? Já. Það fucking trill. 5. lótan og Alice Pereira eru vinnir, sko. Nice. Hún kemur í podcast. Þetta ekki systir hans Alex? Nei. Það Aline Perez. Já. Þú veist, það heita svo líkum nöfnum, sko. Já, Pereira segi. Það heita svo líkum nöfnum. Já, ég veit að. Þessi gæla er svakaleg og ég spái því að hún sé að fara að buffa Kayla Harrison. Þegar það kemur á því. Nei. Kannski ekki á þessu ári, en kannski svona á næsta ári, þá mun að mætast, þá var hún búin að stakka nokkur sigurum. Hún Alice mín. Og hún mun buffa Kayla Harrison. Það eitt sem ég vill gera á 9 ári og það við höldum utanum þessa spár. Þannig að í lok ás þá getum við séð hverjir voru út að skýta og hverjir ekki. Skrifið þetta niður, hlustendur, skrifið þetta niður. Ég segi Alice Pereira er komin í UFC til að buffa Kayla Harrison. Það mun aldrei gerast. Jú, þú veist ekki eins og hvað manneskir að tala um. Þú ert ekki búin að horfa á... Ég horfði á highlights, einhver. Þú ert ekki búin að vera in her DM, sko. Nei, ég veit, en ég er búin að sjá Kayla Harrison og hún er fucking kjötaðir en ég, sko. Já, þú veist. Já, þú ert bara að hverfa. Nei, það er ekki sjón að sjá þig. 85 kíló, bara kjött. Fór í fítumælingum daginn, veistu hvað er? Hvað? 11. Það er svolítið mikið. Nei. Svona með þig. Þú ættir að vera undir 10, Þú ættir að vera svona undir 7, sko. Allt yfir 10 er bara ekki nógu gott. Ekki nógu gott. Já, þið vitið að undir 7 er fitness level. Hit the treadmill, fat boy. Ég skulum setja ykkur í fitumælingu og sjá hvort þið nær 70 eða 80%. Ég fór í fitumælingu daginn, þá var ég 16. Hvenær var það? Það var þegar ég var að æfa fyrir þig. Já. Þegar ég var að æfa fyrir þig, þá var ég örugglega svona 7. Nei. Jú. Rólegur. Er hann ekki að bulla? Það voru 7. Það voru 4 kílóum léttar en ég núna. Já, alltaf kalt. Alltaf kalt og þú veist, það bara mér leiði ekkert svo, ég borðaði eiginlega ekki. Ég borðaði banna á henni fór í gymmið og svo svona eitthvað smá kjöt á kvöldin. Annars svelti ég mig bara í mánuð, geðveitt healthy. Sen kom ég í vinn og allar stelpum með hvernig fer það? Ég misti svona mörg kíló. Ég er bara fyrir ræktina eitthvað. En ég gleyma að segja mig, svelta mig eins og ykkur fátaklingur, sko. Svo sá ég, sko, þegar ég var hérna, ég var með The Pussies in Hafnarfjörður jólin. Já. Hérna, ég var hugsa kettin hans Heiðars. Já. Þá sá ég svona nammipókana svona sem þú ert að laumast í á nóttunni. Já. Það var mjög... Hvaða nammipóka voru það? Ég þarf ekki að fela nammi. Ég þarf ekki að þefa þetta uppi, sko. Því ég svona labbaði inn í eldhús og það er svona eins og eitthvað tröll hafið bara svona rífið hann upp svona í ykkur svona örvæntingu og svona gúffaði í sig og maður svona ok, og voru ykkur orkar hérna bara. Sko, já, ég held nefnilega að þetta sé þetta er mjög nærri lagi það út af því að ég ætlaði að skilja ég skildi eftir smá mat, svo hún getur borðað eitthvað heima fyrir að hugsa kettirinn að kili og ætlaði svo að skilja eftir nammi sem ég svo borðaði nóttina. Bara ég laði nákvæmlega svo úr listi, ég svona reyfi þetta upp hálf svona sofandi og búffaði þetta í mig og... Já. Ég er mikill rannsakandi, sko. Ég sá þetta alveg, sko. Já. Það var crime scene. Sást þetta gerast? Ég sá þetta gerast. Mjög gott. Skilðið. Herru, en þetta er gott, Apex Guard, góður leið til að starta, bara árinu og eitthvað skemmtis yfir helgina. Viljið fjöllir það eitthvað þetta meira?
Nei, ég held ekki. Ef viljið bæta ykkur fleiri þema inn í hérna þátt? Sko, það er náttúrulega fullt af frétta. Við verðum að vera með eitthvað fréttahotn. Já, herri, það er vissulega, það er frétta. Og náttúrulega aðeins komin inn á Alice Pereira. Þetta er mjög spennandi gæla sem er að bæta sér bandavektina. Svo er nú bara margt annað að frétta. Pereira var að tilkynna að hann muni snúa aftur í febrúar. Já, í febrúar á fucking Ástralíukartið. Já. Sem er bara hvað, 12. febrúar. Það er ekki official. Hann er bara búin að segja bara Ástralíu, ég sakna ykkur, sjáumst í febrúar, tjama. Hann setti 1 post á X-ið. Já, þú veist, hann var ekki bara eitthvað bull eitthvað. Nei, en ég held að hann sé að reyna að fá, ég held að hann vilja þetta, en ég held að hann sé ekki með bardaðan út af því að það er ekki einu sinni þú veist, það er 1,5 mánuður í þetta og hann er ekki búin að skrifa undir samning, þannig að þetta er ekki, hann talaði mars fyrst, sagðist ekki geta barist við Ankalef út af Ramadan hjá Ankalef og sagði að hann þyrfti bara að bíða. Já, hann vildi berjast bara, hann vildi bara láta hann bíða og berjast við einhvern annan. Já, berjast við einhvern annan í mars og ég held að ef Ankalef fær ekki þetta title fight sem núna er að fara detta inn, þá held ég að Pereira sé bara farin úr light heavy. Upp í heavy? Já. Hann gæti líka verið að fara niður. Hann sagði að hann vildi mæta Dricus du Plessis í middleweight. Ég held að það er hræðileg hugmynd. Það er hræðileg hugmynd. Út af því að við höfum séð hvað það lítið til að rótina mann í middleweight, sko. Já. Það er bara heilin hans er bara þessu böðin í dós. Ég segi sem bara give the man what he wants ef hann vill gera þetta og sanna að þú veist að gæðinir í middleweight geta ekki ennþá fokkað í honum. Já, ég er bara aðdáðandi, þannig ég vill honum vel. Þú veist, ég hef hort á hann í light heavyweight taka sko bombum frá Jiri og síðan var einhver short beinhægri sem rótaði hann hjá Adesanya. Það segir mig bara að þú veist, middleweightin er bara, það er ómikið kvöld. Já, ég vil sjá hann í hægur. Já, ég segi bara að þú veist, en ég held með maður tjama lærum tjama. Já, ég held samt, Aspinall er svolítið kryptonítið, sko. Aspinall er stærri, þyngri, geggjaður í gólfinu. Þú veist, og Aspinall er líka búin að segja, þú veist, bara, ég er ekkert að vera að standa með Pereira ef við berjumst, ég er að fara að skjóta þetta 10 sek. Það er líka bara Aspinall Jones er bara að mætast, það er bara að fara að gerast og Pereira, ef hann ætlar að fara strax upp í heavyweight, þá er hann að fara að mæta einhverjum öðrum en þeim tveimur í fyrsta bardaga og svo fá kannski winnerinn úr því fyrir næsta titilbardaga. Já, en ég meina, getur þeir ekki bara keppt í apríl, mæ? Jones og Aspinall? Já. Ég einhvern veginn held það verði seint á árinu. Já. Ég sé fyrir mér annan nóvember Madison Square Garden card, sko. Já, heldur að það er bara einhver tilfinning sem ég hef, sko. Það er samt svo langur tími. Já, ég meina hann nennir ekki og hann lætur fólk bíða eftir sér og ég er að fá pínu ógeð á John Jones. Ég líka. Eftir síðasta árið. Þú veist, langar bara hann fara að retire út af því hann er bara hann er loksins að gefa ykkur það sem við erum búin að biðja og nú eru bara eitthvað, ég þoli ekki John Jones. Nei, hann lætur bara alltaf bíða eftir sig. Það er alltaf eitthvað vesen á honum. Hann er alltaf eitthvað að berja konuna sína eitthvað. Þú veist, bara behave. Bara eins og human being. Ekki einu sinni vel, bara þokkalega. En ég held að hann allir að retire. Hann er byggðið 30 milljónir fyrir barndag og UFC allar að gefa hann. Já, hann er ekkert verið að taka bardaði eftir þetta. Nefn hann fá eitthvað svona easy layup sem að honum Nei, þú veist, það er engin ástæð til að taka einhvern annan bardaði. Þetta er bara bardaginn, þetta er bara síðasti bardaðinn á ferlinum ef hann getur unnið hann og bara stimpla sig sem sá hann væri vís til að taka Pereira. Já, taka Pereira eftir það? Já. Ég held að myndi vilja gera það. Ég held að John Jones, ef hann vinnur Aspinall, þá vilja hann taka Pereira út af því. Ég held að hann horfa á Pereira bardaðinn sem svona layup fyrir sig. Svona svolítið endurtekning á GAN. Hann getur grænda hann út og bara, þú veist, tekið hann í eitthvað. Tekið hann bara í þvóttavélina, sko. Já. Ég held það. Það er skemmtilegt plan. Já, Jones getur tekið Pereira í þvóttavél bara. Ég held að hann horfa á þetta bara eins og GAN-bardaðan, skilur að, þú veist, geggjaði kickboxari, bara fyrir beint í skot, legga alla þyngdina á hann og Já, einmitt. Glíman í drasl. En ef hann alltaf tapar, þá var hann hættur. En ekki. Heldur hann vilja rematch ef hann tapar? Nei. Jones-arinn? Já. Nei. Ég sé bara fínt, ég held að hann sé bara tilbúin að ríða út í sólsetrið, sko. Ég held að hann ætlaði að gera það eftir Stipe en fólk er eitthvað að kalla hann dökk en ekki góð og ég held að hann bara, þú veist og mér veist eins og að ef hann tapir á móti Aspinall þá svona drægir það ekkert af þessum legend status hans þess að hann er þetta gamall og þú veist, en ef hann vinnur að þá getur hann verið bara, þú veist reynið að topa þetta, skilur. Já, nákvæmlega. Og þú veist, það er enginn að fara að gera það. Nei. Maðurinn er búin að vera
on top of his game og ekki tapað, svona alvöru tapað bardaga á ferlinum hvað, hann var fyrst meistari 21 og það bara 2009 eða 10 eða eitthvað þú veist, hann búinn að vera on top of the game í 12, 13, 14 ár sem rugglað sko. Svona alltaf vinna belti tilbaka en hann hefur aldrei tapað beltin í búrinu. Nei. 15 titilbardagar í röð sem hann vann í léttúðuð. Já, og bara, þú veist, hefur verið sviftur út af henni svolítið gætna að chilla á milli bardaga sko. Já, hann svolítið, já. En hann alltaf, já. Hann ekki poppa við styr einhvern veginn líka á það. Jú, hann var með hann að trace amount of paid en hann fekk nú lítið bann þannig að fekk ég 6 mánuði eða 3 mánuði eitthvað meðan Nick Diaz fekk, þú veist, ári áður og fekk Nick Diaz 2 ár fyrir að mældist cannabis í honum sko. Já, en svo hættir bara með þetta USADA-bull skilur við inngæsla-bull. Já, ég er svolítið hrifin af ég menn séu clean síðan heyri ég frá öðrum skilur að sem vilja bara, þú veist bara leifa þeim að djúsa sig í drast þetta entertainment og það max entertainment en ég er svolítið, þú veist, þú átt ekki að þurfa að leggja lífið þitt undir til að geta orðið góður í íþrótt, skilur. Nei, ég samla og svo líka þegar Valgerður komið þann punkt að svo kannski bara erfiðar að róta þig af því að þú ert svo ógeðslega djúsaðir og svo bara taka geðveitt mikinn damage það ekki hægt að róta þig. Nei, akkurat. Og bara, þú veist, ok, entertainment mjá, en þú veist en það sniðugt? Nei, það alls ekki sniðugt. Það ekki sniðugt. Nei. Svo í öðrum fréttum, PFL leyfir Olboa öllum börnum. Gekja. Þeir voru ekki með Olboa fyrir? Þetta er svona deild og þú ættu að berjast? Já, sko, þeir voru ekki með Olboa leyfilega í deildarkeppni og í playoffs eða útsláttakeppni sem fylgdu eftir deildarkeppni. Það var svolítið svona eins og svona, þú veist, ameríski soccer það var deildarkeppni fyrst og farið útsláttakeppni með efstuliðin. Það var svona svipa fyrirkomulag og á meðan þetta var svo mikið álag á mönnum og náttúrulega skipti málaðir væri ekkert með brjálæslega mikið cuts, þá var það banna en svona utan þessa tímabils þá voru Olboar leyfilegir en núna eru þau bara leyfilegir heilt yfir sem segir mér að þeir eru að sjá ratings numbers síðast árs og eru orðnir desperate. Já, þeir vilja meira entertainment. Já, vilja bara, það verður eitthvað að horfa á þetta. Þeir geta ekki verið að borga mönnum 10 milljónir fyrir að berja og síðan eru 4 að kaupa pay-per-view. Ég meina, þú getur bara ekki verið eitthvað að sleppa Olboum og kalla þetta pro MMA. Nei, og svo það líka, sammála. Já. Það erfitt. En það kannski svona erfitt að búa til svona deild í MMA upp á þetta að gera sko. Já, ég held að þetta fyrirkomulag sem þótt þetta séu þetta svona nýstárlegt og skemmtilegt að gera eitthvað nýtt, þá held ég þetta hent ekki MMA. Nei. Þú veist, þetta var svolítið reynt í UFC þegar þið voru með svona 1 one night tournament og það var pínu maus því að, þú veist, ef 2 geggja góði gaurar mættust, það voru þeir eiginlega bara báðir át út af því að, þú veist, eins og Horst Gracie, hann kláraði sér bara orkuna sína út af því að hann landi á móti gaurinn sem ég var að tala um daginn, hann sem labbaði með krossin á bakinu, sem hann reyfi hárið á til, þú veist, en hann bara kláraði, hann vann bara þann, en hann gæti ekki haldið áfram út af því hann var bara, gæti ekki meir, þú veist, þannig að ef 2 bestu gaurarnir mættu snemma, þá duttu kannski bara báður út og þegar orka var búin og þá var bara einhver svona nobody sem vann, skilur við. Þannig að ég held að svona lík sé ekki málið. Þetta, mér finnst UFC leiðin best af því sem ég hef séð. Bara samningar og eitthvað. Já, og eru bara gaurar sem ákveða, þú veist, þessi gaurar keppa, þú veist, ekki eins og í boxina sem boxara virðast komast upp með endalust að cherry-picka bardamenn sem það kepp móti. Það var svona eitthvað daginn, var það ekki WBO sem að komi reglur að þú ert champ eða eitthvað x hátt upp í rankings og hafnar barda að það dettur út á rankingslistan. Jú, hann vinnur okkar sem var að vinna Tyson Fury daginn, Usyk, hann var sviptur titli út af því hann gat ekki keppt á móti Dubois út af því hann var samningsbundin að keppa aftur við Fury í rematch. Þannig að þá var hann látið, þessuna var síðasti bardagi á móti Usyk og Dubois, Usyk og Fury, það var ekki svona, þú veist, það var ekki öll beltin undir, það var eitt belti sem var ekki. En fyrri bardaginn, þá voru öll beltin. Þannig að það er komið svona smá reglur sko.
það er einhverjir sem að bara hafa dott út á rankings af því að þeir eru að hafna börnum bara. Já. Þannig að ég stið þetta sko. Já, það er náttúrulega, þetta er líka bara move hjá box heiminum til að reyna að countera MMA. Ég held að þessi byrjar að finna fyrir maður að veiða heldur en hafa verið. Já, algjörlega. Sérstaklega út af því að box er að verða pínu sideshow út af Jake Paul. Fyrst var alltaf að tala um þess að frábært fyrir box og Jake Paul er að gera allir að horfa á box. En núna er box pínu að verða sideshow. Þú veist. Hérna, Klitschko, hann er að plana endurkomu. Hann ætlar að vera elsti champ 49 ára. Hvor? Vitali eða Vladimir? Þeir eru bræður. Já, er ekki Vladimir? Bara... Vitali var, Tyson Fury tók titilinn af Vitali. Já, það var að tala um hann. Vladimir, nei, hann tók titilinn af Vladimir. Þetta er Vladimir sem ætlar að gera þetta. Hann tók titilinn af Vladimir, Vitali var meistari áður, hætti og þá, út af því þeir vildi ekki keppa á móti hverjum sem bræður, þá var... Já, þetta er Vladimir Klitschko sem ætlar bara að koma með comeback núna. Það er aldrei að vera að gerast. Það ætlar að brjóta metið hans George Foreman sem elsti heavyweight champion. Ég held að það sé kannski aldrei að fara að gerast. Já, nei, aldrei, ég menna að þú veist Tyson Fury outboxaði hann fyrir 10 árum sko. Já. Bara í drasl, hann átti ekki break. En það verður fullt að skemmtilega að gerast í boxinu á þessu ári. Anthony Joshua er alveg geðveikt græður í Fury, Francis Ngannou er græður í Fury. Allir græður í Fury sko. Já, sko, ég held að Joshua Fury sé bardaginn sem næstur svona fyrir þá. Þegar það er einin bardaginn sem make a sense fyrir þá. Ég held að það sé eini svona alvöru money bardaginn fyrir þá, sem er eftir núna. Já, sko... Svo er Usyk Dubois. Það er eitthvað sem ég peppaði fyrir, sko. Þegar Dubois er geggjaður, sko. Ég held að Dubois myndi ganga frá Tyson Fury, sko. Hann var næstíð búinn að vinna Usyk, sko, áður, Dubois. Hann bodyshotaði hann niður og þetta hefði verið en þetta var aðeins undir belti en þetta var ekki til pung, skilur og það er svona þú veist, annars hefði hann verið að gefa Usyk þar fyrstast tapið sitt, sko. Já, en þetta er undir belti svo sem að þá Já, en ef þú veist það er svona svo skora rangstöðumark. Já, en hann var allavega stóð sér betur fannst mér heldur en Fury á móti Usyk. Já, það er svona eitthvað til í því, sko. Logan Paul eða ekki og Conor McGregor eða mætist í boxi eða ekki? Sko, Logan Paul var að segja núna að bara hann ætli bara að spá í 100% WWE, ekkert eitthvað svona side hustle og eitthvað, þannig ég heyrði einmitt einhvern veginn að tala um það bara eitthvað, þú veist, að þetta milli hans og Conor verði bara eitthvað gert í WWE og framtíð Conor sé þar sem sakar svo mikið, sko. Conor var bara eitthvað WWE stjarna. Ég segi það sem ég sagði þegar við ræddum þetta fyrst. Conor er bara að gera eitthvað til að reyna að vera ræfilega. Það er enginn búinn að tala um þetta með hann. Ég held að hann fái bara að njóta sín ágætlega í WWE. Hann er ekki bara svolítið heima þar núna bara. En þá er hann orðinn bara eitthvað sideshow, fucking joke. Hann er á nógum pening, hann þarf ekki að gera þetta. Hann ánefnilega ekki nógum pening. Allir að kæra hann og eitthvað. Ekki eftir hann tapaði málinu og var dæmdur nauðgari. Hann var náttúrulega ekki dæmdur nauðgari. Hann var sagt, það eru svona meiri líkur en ekki þetta hafi gerst. Þetta var ekki þetta var ekki sakamála dómsmál. Það er alltaf önnur viðmið í sönnunum, sko. Hann er samt dæmdur af samfélaginu, það er bara að púla út af samningum hann er að tapa fullt af pening, skilur. Hann er dæmdur, skilur. Já, þannig kviðdómurinn komst að þessum niðurstöðu, skilur. Það er kviðdómurinn sem dæmir hann. Þannig að þú veist. En þetta er ekkert að kosta hann brjálaða fjárhæðir, sko. Það er allir að boykotta þetta Proper 12 og þú veist, það er alveg. Hann er alltaf búið að klippa hann út úr því, sko. En ég meina, það hefur kostað pening að klippa hann út úr því. Þeir hefur þurft að borga hann út úr því. Þetta Conor sé ekkert búin að vera græða á þessu, sko. Nei. Ég held að hann sé búin að því miklum vandræðum, sko. Bara, þú veist, þetta var ekkert eitthvað þetta var ekkert sérstaklega há uppbækkansi sem hann þurfti að borga í skaðabætina sjálfar. En, þú veist, bara hans brand var svolítið bara fór í vaskinn, sko. En hann alltaf við erum að tala um maðurinn, fekk hann ekki $100 million fyrir að flóta með við bara þann? Jú, en þú veist, kókain kostar, sko.
$100 million veit þið hvað þau veist, það eru 155 milljónir sko. Ég veit að það kostar að reka snekki þannig að gera alls konar expenses eru reyndar og svo gæti ég alveg trúa því að hann sé nú örugglega búinn að þurft að eyða ógeðslega mikið af peningum í að halda konu sinni góður í síðustu ár út af því að maðurinn er búinn að hegða sig eins og fáviti sko. Mikið budget farið í Gucci bags og já 3 krakkar ég held að fá ekki að fara út í shoppur og koma tilbaka með Gucci bags sko. Það er bara lágmark Nákvæmlega, þannig að þú veist þetta er just tekutæp hjá hann sko. Og Írarnir virðast einhvern veginn svona njóta þess svolítið að snúast gegn hann sko. Hann náttúrulega skeitaði eins með því að kýla þennan gamla kallinn á hann pub fara löngu þá snerist almannálit í Írlandi svolítið gegn honum og hann misti undir heimana líka út af því að þetta var það var staðurinn sem var í eigu ykkur mafjósa og þetta var fastakonið þeirra þannig að þú veist, hann misti hann almenningsálitið og einhvern veginn undir heima álitið í einu og svo kemur þetta mál og náttúrulega búið að slatti orðrómum svipuð mál sem ekkert staðfest en það hjálpar ekkert mannorðinu hans að það sé orðrómar stöðugt í gangi Þessi Conor Caninu hólar ansi djúb sko ef við ætlum að fara Svo líka skilur þegar hann með party og eitthvað entourage og eitthvað svona dót skilur hann haldið svo allir uppi Já, 100% sko. Ég meina, hann kaupir sér vinn í dag það er þannig Presidential Suite á The Grand hvað sem þetta heitir, kostar alveg sitt og þú veist kostnaðurinn er mikill í kringum lífverðinu þess heldur sko Greiði kallinn maður Greiði kall? Já Nei, sko fyrir svona 7-8 árum þá myndi ég segja algjörlega living the dream og búinn að vinna sér þeim virkilega flott í honum bla 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 síðan er hann bara að kúka upp á baknuna í 10 ár einhvern veginn búinn að taka eitthvað sem hefur getur verið geggjað legacy sögubóka legacy þannig að fólk myndi tala hann sem svona eitthvað sem svona success story sem maður ætti að miða sig við max success Conor McGregor skilur tókst þeim bara að sturta því niður í klósetti með að vera hegða sér eins og fíbl það er svolítið keisið hérna ég spáði eitthvað þegar maður fara að slá svolítið bátinn í það ég hef svo góða umræðinni í viðbót sko hvað er meinu viðbót það var hérna næstu Ultimate Fighter sería, það eru komin einhver orðrómar að Belal Muhammad og Shavkat verði hérna þjálfarnir sem mun svo leiða til væntanlega welterweight title barða á milli þeirra tvekja þú veist, það berjast í lókseríunar það er ekkert alltaf þannig sko en það myndi meira sem sama hverju segirðu? Belal og Shavkat þeir náttúrulega 8 að fara í barða áður en að Belal lenti þarna í táar meðslunum sko en hérna, þeir verða næstu þjálfarar það er alltaf word on the street sko þannig að ég er mjög spenntið fyrir því það er svona geggjað sko það verður skemmtileg töff sería og vonandi hérna hvor megin vonið að Aron lendi Aron, Leo, búinn að sækja þetta hann færi og æfði með Shavkat ég vil að fara til Shavkat frekar sko ég held að Belal geggjaði bardagamaður en Shavkat er bara mikið skemmtilegri svona Aronslegri Aron og Shavkat eftir að væpa ég held að hvað það væri sexy sería sko en það er eitt hérna sko, við fórum í vetrafrí og svo var þessi Usyk Fury bardagi var náttúrulega eftir að við tókum allar þættin okkur upp voru þið ekki bara eftir þetta bara svona það er að komast í þáttinn til að tjá mig bara eitthvað við erum ekki fara að taka upp með þátt mér fannst þetta bara svo borðleggjandi ég fannst bara Usyk tölvöld betri bara eiginlega allan tíman mér var samt sko Fury byrjaði þetta vel og að hann hafði bara tekið 4 lótur fannst mér smá skríti sko mér fannst hann einhvern veginn taka fyrstu 3 svo fannst mér alveg taka einhverju lótur á milli sko AI judges gáðum 2 lótur hann eitthvað fuck all the computers and fuck electric cars while we're at it mér fannst ég sjá það seinni hluta bardagans að hann var of þungur og hann réð ekkert við bara quickness og agility hjá Usyk hann bara mati þetta kolrámt
Já, og líka eins og þú sagði, sko, hann ekki fara að leggja stóna og hanga eitthvað á honum og eitthvað. Svo gerði hann það ekki neitt. Nei. Gerði eitthvað alveg aðeins enn í lokin. Já, ógeðslega skrítið. Já. Ég bjóst við að hann myndi ætla að beita því út af því að hann var svo þungur, sko. En þá, hann gerði ekkert þess að þingja. Mér fannst hann hægt að jabba svo meðan barða og bara eitthvað algjörlega mistið jabbið sitt. Það gekk bara svo illa. Það gekk vel að byrja með. Já, kannski fyrstu mér fannst hann taka fyrstu 3 lótuna, sko. Og ég var bara shit, I got it all wrong. Ég var með Usyk by decision, sko. En og hann bara byrjaði þetta svo vel, sko, svo bara mista hann það frá sér. Já, ég var með Usyk í ég var með Usyk í eina af fyrstu 3, minnum mig. En sko, það voru ógeðslega mörgum sem að fannst Fury vinni það, bara svona, þú veist, pro-boksarar, Óskar de la Hoya og Davíð Rúnar og alls konar svona reyndir boksarar voru með Fury, sko. Já. Svo eitthvað AI judges með 2 lótur, þetta meikaði ekki alveg sens, sko. Já, ég fannst hann að vera Usyk. Já, ég líka, ég veit ekki. Ég myndi segja allan á 5 lótur til Fury, sko. Hverju voru með þetta á Fury? Já. Það voru alveg svona, já, Davíð og alveg svona nöfn, sko, alveg svona alveg boksarar. Davíð. Herru, það var einmitt sko Davíð, landsliðsþjálfari, svo var það boksari ársins Björn Jónatan og nýliði ársins Ronald Mánasson. Þeir 3, þeir voru allir með þetta á Fury, sko. Og þú veist, og við vitum að þessir menn vita þeir vita mikið boks. Eins og runner up í boksari ársins Colli var með þetta á Usyk allan daginn. Og hann sagði bara að veri borðleggjandi, sko. Og sko þessir 3 sem þú taldir upp eru 3 af 12 í heiminum sem eru Fury megin í þessum barða. Já, fullt af boksurum að tjá þetta, sko, sem að fannst Fury hafa tekið það, sko. Ég var alls ekki þar sjálfur, sko, en voru margir að því, sko. Já, ég var allavega mér fannst þetta aldrei að vera spurning. Þetta var bara Usyk all the way. Já, ég þarf alveg að vera sammála því. Við gerðum, við gerðum svona könnun á þessu inn á Instagraminu okkar. Og þá kom alveg ljósa og alveg svolítið margir á Fury, sko. Já, mannstu prófisum það? Nei. Þannig að það hefur verið svona 80-20. Ég maður ekki nákvæmlega. Ég ógeðslega lengi að fletta upp eða að gera það núna. Nei, skulum ekki vera að gera það núna. En já, það allavega Já, það rétt. Við áttum þessu umræðu eftir, sko. En ég ekkert mér fannst það borðleggjandi, en það svo sem ég skil alveg, þú veist, það erfitt að dæma boks, það erfitt að horfa boks um þetta, finnst mér. Út af því að þú veist, það oft slegir rosa mikið og rosa mikið að fara á hanska og svo eitt og eitt að fara clean og maður bara ok, hvernig á maður að meta þetta? Mér finnst eiginlega auðveldar orðið að meta amateur box. Þá telur maður eiginlega bara hreinu höggin. Það á maður bara hreint, ok, hreint. Það voru 22% sem sögðu Fury. En þú veist, það ekki hátt hlutfall. Nei, en samt af þessum 22% þá voru það bara fullt af einhverjum geggjuðum boksurum, sko. Og ég sem 80% með bara engin geggjaða bóksari. Það bara ömurlegir bóksarar. Eins og Colli og eitthvað. Nei. Ég ekki að segja það. En svona gaurar sem svona, já, vita alveg hvað að tala um. Björn Jónatan og Ronald Bjarki. Ég veit ekkert hvað að tala um. Já, ég held að vita meira um við, sko. Já. Stundum, kannski. Einhvern tímann. Já, kannski. Herru, ok, þá ætlum ég bara að slá botni í þetta núna. Gott að byrja podcastið á góðu eittbæktskaldi, góður umræðu og fullt af frétta. Við sjáum það bara eftir viku þar sem að hittum við fyrir 3-11. Já, það bara strax komið heimvíu. Já, tjóðlega til það. Þetta rosalegt maður. Við fáum vantilega gest og eitthvað. Já, við verðum að gera það. Emil Katri átti náttúrulega að koma til okkar í dag en við vildum ekki, við vorum allir veikir og vildum ekki gera hann veikar rétt áður en hann flýgur út. Þannig við þurfum að ná hann þegar við erum orðnir hressir áður en hann fer út. Hann flýgur út eftir viku, sko. Og tekur fyrsta bardaga sinn 20. februar og ætlar að taka hann alveg nokkra. Já. Það spennandi hlutur að gerast í honum, sko. Já, það hrikalega skemmtilegt. Gaman að eiga 3 ádrunboksa. Það skemmtilegt, alltaf upplið. Og ég meina, það eru fleira að fara að bætast við. Ég held að bætast við 2 á árinu, sko. Já. 18 boksar á þessu ári. Það með einhverja góð spá, Ég held að Elmar stíði upp. Ég held að Elmar langi ólympíuleikana eitthvað þannig, sko. Hann var alltaf á Norrlandamótið og eitthvað svona. Hann vill klára einhverjum, hann vill ná einhverju meira. Hann vill vinna þetta Norrlandamótið alveg. Það ekki? Jú, ég held að hann vilja eitthvað svoleiðis. Ég segi það fyrir mér. Já. Ég held að bara ekki prófa árinu. Ég held að hann klári Ólympíus. Já. Hittu þetta í Ólympíuleikunum. Já, kannski.
Geggjað. Herru, ég þakka öllum fyrir að hlusta. Við sjáumst eftir bara að viku liðinni. Sjáumst að vikuliðinu. Hvað sagði ég? Sjáumst eftir vikuliðinu. Nei, þú heyrði bara villust maður. Þú heyrði villust. Ég ætla nonni alveg nölda, sko. Já, þú veist ekki... Þá gott í trubla, það er svona... Já. Það má ekkert vera of gott í fyrsta þættinum á nýjári. Það verður alltaf að vera pínu rusty. Já. Til að segja fólk nennar að hlusta á þetta. Formali einhver 5 side quest. Þetta var bara one big side quest. Við duttum svona inn í eitthvað, já, MMA, já. Þetta hefur aðeins rottur ansvonir. Það er bara það versta sem við púlaðum maður. Já. Herru, meir það eftir viku. Yes, takk fyrir. Takk. Á ég að taka hérna, setja í tónuna núna. Chipper. Chipper. Fokk, það er mikið hausar. Hvað er þetta? Bara alveg eins. Þú rétti með þetta? Já. Áttu ekki að fá þetta? Þú ferð inn í þetta. Shit. Hvað? Svo er það að kalla mig gamlan, sko. Hæ? Herðu. Answer me, woman. I'll John Jones your ass. And he means it. Herru, ég þól ekki sem möppur hérna núni. Við erum að gera eitthvað í þessu. Þú veist, hvað á ég að gera við þetta? Þú veist, hvar? Þú veist, hverju? Á ég alltaf að fara inn í allt og bara hlusta á allt og eitthvað? Nei, raða þetta bara eftir hérna... En þú veist, hvar? Raða þetta bara eftir dagsendingu og... Já. Þú veist, hérna sort by... Sort by... Date... Added... Sama. Er þetta hérna? Þáttur 103. Þú getur líka, ef þú hoverar yfir fælunum, þá sérðu hvenar þeir voru seifaðir inn á. Hvað er að gerast hérna? Getur ekki bara farið eftir nýjast í dagsendingunni, sko. Já. Beats by me. Beat me. Ég get bara svona. Beat me up! Beating me off. Akkur er þetta svona leið?